Komið sæl öllsömmul og verið velkomin með okkur hérna á þennan hádegisfund þar sem við ætlum að afhenda verðlaun fyrir samfélagsskýrslu ársins. Þetta samstarfsverkefni okkar hjá Viðskiptaráði Íslands, Festu og Stjórnvísi. Sjálfur heiti ég Konráð Guðjónsson og ég er aðstoðarframkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og ég ætla að vera fundastjóri hér í dag. Þetta í fjórða sinn sem að þessi verðlaun eru afhent. Fyrst var það Landsbankinn sem að fékk verðlaunin, svo var komið Isavia og svo Krónunni og það er væntanlega allir æsispenntir að vita hver vann í ár, en eins og við munum sjá hér á eftir að þá bera úrslitin með sér að þetta hafi verið mjög spennandi. Það voru 24 skýrslunefndar í ár. Til samanburðar þá voru 19 í fyrra og ég held að þetta endurspegli einhverju leyti, eða kannski bara öllu leyti, það er svona auknu vitundavakningu sem er orðið í íslensku atvinnulífi samfélagsábyrgð á síðustu árum. Og ég er ekki með tölunar á hreinu og reynir nú að vera frekar varfærin hefur fullyrðið með eitthvað þegar ég er ekki með gögnin fyrir fram mig, en ég ætla samt að leyfa mér að fullyrða það að þetta útgáfa samfélagsskýrslna hafi stór aukist hjá íslensku fyrirtækjum síðustu ár. Og sjálfur skal ég bara viðurkenna það hér og nú og ég vissi ekki að þetta fyrirbæri væri til fyrir ískyggilega fáum árum síðan. En það er önnur saga. Það er sjálfsagt einhver sem er að hugsa af hverju skiptir þetta máli, skiptir einhver skýrslugerð máli. Einfalda svari er náttúrulega kannski nei, ekki sjálfu sér, en eins og við munum sjá hérna eftir og hún Hrund ætlar til dæmis að fara yfir að þá snýst þetta er þetta leiða markmiði sem er það að fyrirtæki sinni samfélagslegri ábyrgð sinni á betri og markvissari hátt. Heyrum meira það hér á eftir. Dagskráin hún er frekar einföld, við ætlum að halda okkur innan við klukkutíma. Við byrjum á erindi frá Hrund Gunnsteinsdóttur, framkvæmdastjóri Festu. Hún ætlar að fara betur í þetta sem ég var að nefna. Hún ætlar að reyna aðeins að setja ramman utan það hvers vegna þetta skiptir allt sama máli. Næst þá fáum við verðlaunaafhendingu, þar sem að Tómas Möller, formaður dómnefndar og Festu ætlar að afhenda verðlaunin og fara með nokkur orð. Og svo er það pallborðsumræða með dómnefnd og verðlaunahöfum. En ég ætla ekki að hafa lengra í bili, við skulum bara byrja þetta og ég ætla að biðja Hrund Gunnsteinsdóttur, framkvæmdastjóri Festu, að koma hingað. Takk fyrir. Góðan daginn öllsömmul, gaman að sjá ykkur. Takk fyrir að vera með okkur og þið sem eru að hlusta online, takk fyrir að vera með okkur líka. Af hverju erum við að þessu? Samfélagsskýrsla ársins var í upphafi og er hugsuð sem hvatningarviðurkenning til þess að heiðra fyrirtæki hérlendis sem eru á formlegan hátt að greina frá því að hvaða leyti sjálfbærni er innleidd í rekstur þeirra. Við tölum skýrslur og ég mun nota á víxl upplýsingagjöf og skýrslur og eins mun ég nota á víxl orðið samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Upplýsingagjöf og skýrslur eru svona þýðing á ensku orðinu reporting. En aðal inntakið er að greina frá því í samanburðarhæfum upplýsingum að hvaða leyti rekstur er sjálfbær. Kannski svona það sem við höfum lært á síðustu 12 mánuðum alveg sérstaklega í umræðu í kringum upplýsingagjöf, þá langar mig að segja að þróunin er svolítið þess að það sem við kallum ófjárhagslegar upplýsingar í dag eru í ört vaxandi mæli álitnar og metnar sem fjárhagslegar upplýsingar. Það liggur því fyrir að samþætting þessara upplýsinga, fjárhagslegra og ófjárhagslegra, er að verða sífellt meiri og þróunin er ansi hröð. Þessi þróun er svo hluti af heilt yfir endurskoðun á skilgreiningum á verðmæti, verðlagning á vörum út frá skaðlegum áhrifum þeirra á vistkerfi og tilgangi fyrirtækja svo dæmi sem nefnt. Gerð samfélags- og sjálfbærniskýrsla hefur aukist gríðarlega á síðustu 23 áratugum. Samkvæmt nýlegri alþjóðlegu könnun sem KPMG gerði og hefur gert frá árinu 1993 að í 52 löndum hjá þúsundum fyrirtækja að þá hefur gerð slíkra skýrslna aukist úr 12% í 80% sem er mikil aukning. Og 250 stærstu fyrirtækin á lista Fortune 500 eru sem sagt 90% þeirra
gera sjálfbærniskýrslur í dag. Ástæðan fyrir þessari þróun eru breytingar í laga og regluverki og að sama skapi að sögn KPMG að þá eru aukna kröfur úr fjármálageiranum á svona upplýsingar. Og í rauninni er inntakið það þá að sjálfbærni er góður rekstur. Og í þessu sambandi má líka benda á rannsókn frá Ernst & Young frá 2018 sem sýnir að ófjárhagslegi þættir eru orðnir lykil atriði í ákvörðunum fjárfesta. 97% fjárfesta leggja mat á ófjárhagslega upplýsingagjöf fyrirtækja sem eru til skoðunar og 96% fjárfesta segja að UFS þættir sem standa fyrir umhverfi félagslega þætti og góða stjórnarhætti séu grundvallar atriði við mat á fjárfestingu. Nýlega stór aukin raunveruleika tenging hjá stjórnum og eigandum fyrirtækja við loftslagsvána er líka mjög mikill áhrifavaldur á þróun í þessa átt og sérstaklega allra síðustu ár. Áhættumælingar og stýring, greining á tækifærum og neikvæðum áhrifum á hvert fyrirtæki eða land fyrir sig vegna loftslags áhættu spilar mjög stórt hlutverk í þessari þróun. Líkt og Kristján Rúnar Kristjánsson og Kristrún Tinna Gunnarsdóttir fjölluðu í nýlegri grein í fréttabréfi Festu að þá verður það smám saman ótrúverðugt að fjármál fyrirtæki geti verið í lagi ef loftslagsmálin eru það ekki. Að gera samfélags- og sjálfbærniskýrslur er leið að markmiði en ekki markmiði sjálfu sér. Markmiði er alltaf sjálfbærni, sjálfbær rekstur sem felur í sér margvíslega breytingar. Í nýlegri grein í Harvard Business Review sjálfbærniskýrslur segir greinahöfundur okkur vera að rugla saman aðgerðum við útkomu eða áhrif. Greinahöfundur fer í vaxandi áherslur á gerð samfélags- og sjálfbærniskýrslna allan heim og væntingar þeim tengdum að gera heiminn að betri stað, að gera heiminn sjálfbærari. Það er jú markmiðið. Til dæmis hafa skýrslur sem byggja á GRI stöðlunum 100-faldast á síðustu 20 árum. Samfélagslega ábyrgar fjárfestingar, segir greinahöfundur, hafa vaxið í yfir $30 trilljón sem jafngildir 1/3 af öllum sjóðum fagfjárfesta. En á sama tíma hefur á þessum 20 árum magn koltvíoxíðs í andrúmsloftinu aukist jafnt og þétt, vistkerfi jarðar hnignað og félagslegur ójöfnuður hefur aukist. Upplýsingagjöf sjálfbærni vegferð þarf að endurspegla árangursríkar aðgerðir til breytinga og áhrif reksturs á náttúru, fólk og stjórnarhætti. Það eru jú markmið með hvatningaviðurkenningunni samfélagsskýrsla ársins að fara ofan í kjölinn eftir fremsta megni á því að hversu miklu leyti heildstæður ásetningur fyrirtækja skilar sér í áhrifum á hagaðila, samfélag, góða stjórnarhætti og plánetuna. Það er núna allra síðustu kannski 2-3 árin sem að sjálfbærnin hefur fengið virkilega mikinn slagkraft og ber undir báða vængi á hátt sem við höfum kannski ekki áður séð. Og það áli sérstaklega við loftslags- og umhverfismál. Það eru helst 5 þættir sem að mig langar til að skilja ykkur eftir án ég hætti hérna í dag sem ég langar að nefna. Að það er hægt að gera sjálfbærniskýrslu sem lítur í sjálfu sér bara vel út og tikkar í mörg box, en rekstur fyrirtækisins og viðskiptamódelið getur á samanskapi verið í raun ósjálfbært. Til dæmis að því að viðskiptamódelið gengur út á ofneyslu, mengun eða sóun sem getur ekki aftur orðið náttúrulegu hluti af náttúrunni eða brýtur mannréttindi. Mikilvægisgreiningin við gerð sjálfbærni stefnu og skýrsla og þessara upplýsingagjafar er grundvallaratriði. Það er að segja hvernig hefur reksturinn sem við stundum mest áhrif á umhverfi og fólk og góða stjórnarhætti. Og maður vinnur sér þaðan. Við tölum stundum það eins og með heimsmarkmiðin að innleiða þau. Við byrjum ekki að því að skoða hvaða heimsmarkmið eru mest aðlaðandi eða okkur finnast mikilvægust svona í stóra samhenginu.
heldur byrjum við á að skoða hvar hefur rekstur okkar mest áhrif og hvernig getum við tengt heimsmarkmiðin við að gera okkar stærstu áhrifaþætti meira sjálfbæra. Og þannig hafa til dæmis heimsmarkmiðin áhrif á stefnumótun, ákvarðanatöku, jafnvel vöruframboð og þjónustu sem hvert og eitt fyrirtæki fókusurar á. Ég les reglulega sjálfbærni tengt efni eins og þið getið ímyndað ykkur og ég rek stundum augun í orðalagi eins og rekstur til góðs þegar vísað í sjálfbærni. Ég átta mig ekki alltaf á skilaboðunum og hvort að í þeim felist að það sé í boði að stunda rekstur sem ekki til góðs. Sjálfbærni viðmið eru í vaxandi mæli grunnforsenda hvers kyns reksturs og fjárfestinga. Við þurfum að breyta hugarfarinu svolítið varðandi þessa þætti vegna þess að sjálfbærni ekkert viðbót við rekstur. Hún í rauninni hluti af tilgangi hvers kyns reksturs. Að taka sjálfbærni þætti eins og loftslagsváninn í ákvarðanir betri rekstur og áhættustjórnun og verður í vaxandi mæli krafa og skylda á alþjóðlegum mörkuðum og við erum alltaf partur af alþjóðlegum markaði. Við erum líka að færast úr þeirri hugsun að markmiðið með fyrirtækjarekstur sé að hámarka arðsemi hluthafa yfir í að hámarka verðmæti fyrir hag aðila. Þar sem að verðmætasköpunin tekur mið af ólíkum hagaðilum og náttúrunni en ekki bara hluthöfum og eigendum. Í þessu sambandi mikilvægt að horfa til félagaforma fyrirtækjarekstur á Íslandi og hvert við viljum beina þróun reksturs. Mér langar til að benda ykkur á grein sem birtist á vísir.is í morgun eftir Hönnu Birtu Kristjánsdóttur sem ber yfirskriftuna Rúma sjálfbærni innan tilgangs hlutafélaga. Greinin unnin upp úr meistararitgerð Hönnu Birtu og þar segir hún til dæmis: Í þessu, þar að segja breyta félagaforminu, gæti legið tækifæri fyrir hlutafélög til að fara út fyrir þann almenna tilgang hlutafélaga og gæta hag hluthafa og beita sér á alvöru fyrir samfélagi og umhverfi. Á síðastliðnum 20 árum eða svo hefur mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig markmið fyrirtækja annars vegar og Sameinuðu þjóðanna hins vegar eru í raun og veru að mætast. Ef við skoðum þau fyrirtæki sem eru hvað mest leiðandi í heiminum í dag, bara á markaði, að þá sér maður það greinilega að mikið af þekkingagrunni hjá stjórnum og æðstu stjórnendum þeirra fyrirtækja rímar mjög vel við markmið Sameinuðu þjóðanna. Og að sama skapi þá eru Sameinuðu þjóðirnar síðustu 20 árin í sífellt vaxandi mæli að vinna meira með einkageiranum og tileinka sér vinnubrögð þar. Að lokum, það ríkir ákveðin óreiða á sviði mælinga, staðla og skýrslugerðar sjálfbærni og það vitum við öll sem að komum að þessum málaflokki. Ég veit ekki hvað mörg skapalón og mælikvarðar sem eru til þarna úti. Svo ég tala nú ekki leiðir til að staðfesta slíkar upplýsingar, endurskoða eða votta. En á allra næstu mánuðum og árum munum við að öllum líkindum fá skýrari ramma. Þeir munu til dæmis koma frá Evrópusambandinu, alþjóðlega reikningsskilaráðinu og leiðandi sjálfbærni mælingarstofnunum eins og GRI. Hér ekki verið að finna upp hjólið, heldur miklu frekar verið að samræma og stilla saman strengi á áralangri þróun á gerð mælikvarða. Á sjóndeildarhringnum til dæmis innanlands hér á Íslandi innleiðing Evrópulaga reglna sem munu staðla upplýsingagjöf sjálfbærni í rekstri lítilla og meðalstóra fyrirtækja sem og aftur líka stærri fyrirtækja. Upplýsingagjöfin verður skýrari, betur bundin í uppgjörsreglur, ramma og lög. Samskiptavenjur á milli fjárfesta og fyrirtækja og markvisst og reglunum, sem sagt það mun líka hafa áhrif á samskiptavenjur milli fjárfesta og fyrirtækja og þá er líka hugsun bara nýsköpunarfyrirtæki. En við erum líka að fara inn í reglugerð sem markvisst beitt gegn grænþvotti, eins og til dæmis flokkunarreglugerð Evrópusambandsins. Mér langar að lokum bara að segja að í þessu öllu saman líka mjög mikilvægt að huga að því fyrir opinbera aðila að leggja áherslu á skilvirkari upplýsingagjöf, samræma og einfalda innlenda reglur og lög í takt við alþjóðlega þróun.
Það væri til dæmis alveg kjörið að slá þessu saman við stafræna þróun í stjórnsýslunni. Við þurfum líka að leyfa breytingunum að ná inn að hafa áhrif á okkur og segja skilið við mælingar í sumum tilfellum sem henta þeim heimi sem við erum að kveðja og skapa nýjar mælingar sem að stika betur leiðina inn í sjálfbæra framtíð. Takk fyrir mig. Þakka Hrund kærlega fyrir þetta. Mjög gott að fá svona almenna yfirferð og einmitt eins og ég sagði að hann reyna að skilja af hverju þetta skiptir nú allt saman miklu meira máli heldur en orð á blaði. Þetta hefur raunverulegar afleiðingar og ég held að ég hafi engu að bæta við það sem að Hrund hafði að segja. En þá komið að stóra málinu, það sjálfverðlaunaafhendingin eða viðurkenningarafhendingin. Það kannski rétt að byrja á því að kynna dómnefndina í ár. Hún var skipuð þeim Tómasi Möller sem yfirlögfræðingur hjá Lífeyrissjóði Verslunarmanna og formaði festu og jafnframt formaði dómnefndar. Svo það Hulda Steingrímsdóttir, umhverfisstjóri Landspítalans og loks Kjartan Sigurðsson, lektor við Háskólann í Twente. Ég ætla bara að biðja Tómas að koma hingað upp og segja frá niðurstöðunum og segja nokkur orð. Takk fyrir. Já, komið sæl, bæði hér í salnum og þeir sem eru að horfa á og fylgjast með yfir netið. Ég ætla nú að gera grein fyrir niðurstöðum dómnefndar, en rétt áður en ég geri það, þá langar mig bara vegna þess að stór hluti af þessu verkefni sem við erum að ræða hér í dag að skapa umræðu, langar mig bara rétt aðeins að tæpa á nokkrum atriðum sem að komu upp til umfjöllunar í störfum dómnefndar við mat á skýrslunum. Það svo fram hefur komið, þetta eru 24 skýrslur og það ótt að segja að meðal þeirra eru fjöldi efnismikill á góðra skýrsluna sem verulega skilið viðurkenningu. En viðurkenningin í dag og viðurkenningarnir eru fyrst og fremst ætlað eins og segir til að styðja við góða og öfluga umræðu og þróun og því við höfum valið hér 2 fyrirtæki sem við teljum vera til góðrar eftirbreytni og eigi þar sérstaka viðurkenningu skilið. Nú, það áhugavert við sjálfbærni skýrslur að það má líta á þetta í raun og veru allt þetta verkefni sem kristalkúlu. Samanborið kannski við hefðbundnar fjárhagsupplýsingar sem segja okkur hvaðan fyrirtækið er að koma og hvar statt í dag, að þá eru þarna verðmætar upplýsingar vel raunnar og vel rýndar sem geta sagt okkur mun meira það hvert fyrirtæki stefnir í framtíðin eða hvernig þar vetur setjandi heldur en hefðbundnar fjárhagsupplýsingar. Það eru svo margir aðrir hvatar sem að ýta þarna við þróun þessara verkefna. Það eins og Hrund kom inn áðan, lagaþróun, vaxandi kröfu fjárfesta neytenda starfsmanna og annarra haghafa, loftslagsáskorunin og sjálfbærni bara orðin er stór liður í að tryggja og viðhalda samkeppnisforskoti eða samkeppnisstöðu fyrirtækja. Og þetta sáum við svona og finnst okkur vera að gæta í vaxandi mæli í þeim skýrslum sem við vorum að rýna, samanborið við árinu á undan. Nú, svona ef maður merkir ykkur trend eða eitthvað svona, þá getum við sagt að það aukin áhersla á loftslagsmál. Það aukin áhersla á heimsmarkmiðin og tenging þeirra við rekstrartengd markmið og mannauðin, til dæmis með tilliti til menntunar, þjálfunar og svo framvegis, jafnréttismála og fleira. Það vantar hins vegar í sömu skýrslum sem eru góðara efni og inntaki upp á að hafa þær hnitmiðaðri. Það ekki gott ef það tekur marga klukkutíma að átta sig á inntaki sjálfbærniskýrslu. Það má örugglega vinna þetta meira með framsetningu, hafa skýrsluna styttri en hafa þá ítarlegar efni í viðaukum eða skýringum og svo örla stundum á svona smá PR eða auglýsingamennsku sem að kannski hjálpar ekki við trúverðarleikann þó að skýrslan sé sjálfur sér góð. Svo annað og það tengist því sem Hrund kom inn á áðan. Við þurfum að ynda notagildið, við þurfum held ég að staðla einhverju marki framsetningu, allavega ákveðnum hlutum í skýrslunum og auka trúverðugleika. Það að segja að við finnum að finna ykkur leið til þess að vera með svona einhvers konar könnun á gæðum áræðanleika upplýsinga. Það ekki þar með að setja að séu slæmir, bara þannig að þriðji aðili geti gengið að því sem vísu að þetta sé eitthvað rýnt. Og mér skilst að það geti verið talsverða frétta að vænta í tengslum við COP26 núna í haust, í október eða nóvember, frá alþjóðareikningsskilaráðinu og fleiri aðilum. Nú, áskoranir innanlands, þar stöndum við einhverju samhengi framar í félagslegum málum heldur en umhverfismálum, heldur að þessar skýrslurnar beri það með sér, en við þurfum að adressa eða ræða meira erlendu áskorunina. Það öll fyrirtæki sem byggja með einum öðrum að hætta á löngum flóknum erlendu virðiskeðjum
og þar skipta félagslegi þættir og umhverfislegi þættir miklu máli og þar eru tækifæri fyrir fyrirtæki til að gera betur og samaskapi erum við að stíga okkar fyrstu skrefi að nálgast hringrásarhagkerfið og þar hellingur af góðum tækifærum. Þannig að með því að virkja aðferðafræði heimsmarkmiðana sjálfbæra þróun og hringrásarhagkerfið þá held ég að það sé tækifæri fyrir mörg fyrirtæki að finna svona ný rekstrarlegt markmið og jafnvel nýja tekjusprettur og klárlega tækifæri til sparnaðar í rekstri. En hvað það? Ég ætla ekki að hafa þennan inngang lengri. Ég vildi bara aðeins deila með ykkur því sem við ræddum og veltum fyrir ykkur og það verður vonandi umræðum þetta í panel og eftir og ætla ég þess vegna að víkja að viðurkenningu ársins. En það þannig að þessu sinni hljóta 2 fyrirtæki viðurkenningu fyrir samfélagsskýrslu í ár. Fyrirtækin eru ólík í eðli sínu og nálgast upplýsingagjöf sjálfbærni í rekstri með nokkuð ólíkum hætti. Með þessu gefst tækifæri, með því að velja 2 fyrirtæki, að veita 2 fyrirtækjum viðurkenningu, gefst tækifæri til að varpa breiðar og ljósi á það mikilvæga verkefni sem gerð samfélags- og sjálfbærniskýrsla þegar orðin. Annars vegar að ræða fyrirtæki í smásölu sem að stíga sem fyrstu skrefi gerð samfélagsskýrslu, en þetta önnur skýrsla fyrirtækisins. Það selur aðföng til stórshóps neytenda sem á fagaðilegi starfsemi sem hefur veruleg umhverfisáhrif og byggir rekstur sinn á margþættri virðiskeðju. Hins vegar það fyrirtæki sem á langa sögu í uppbyggingu þekkingur og stefnumótunar tengdri samfélagsábyrgð. Það grundvallar starfsemi sín á nýtingu náttúruauðlinda sem hefur víðtæk bein og óbein áhrif innanlands. Fyrirtæki byggir á mikilli þekking og mannauð tengdu sjálfbærni og í margþættum samskiptum með innlenda og erlenda haghafa. Þá nálgun fyrirtækjanna á sjálfbærni sé ólík, leggja þau bæði áherslu á vandaða framsetningu, gegnsæi og markvissa upplýsingagjöf. Skýrslurnar eru því uppbyggilegt innlegg inn í gerð og þróun skýrslna samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Og ætla ég þá að víkja að fyrra fyrirtækinu sem fær hér viðurkenningu í dag, en það fær viðurkenningu fyrir samfélagsskýrslu og það BICO. Og í rökstuðningi dómnefndar segir: skýrslan sett fram með skýrum og aðgengilegum hætti, hún gerir grein fyrir rekstrarmódeli fyrirtækisins og framtíðarsýn varðandi samfélagsábyrgð. Skýrslan fjallar innleiðingu og stefnu, markmiðum, mælikvörðum og árangri varðandi sjálfbærni og markvissan og skýran hátt. Í ávarpi forstjóra og framsetningu skýrslunar, eftirfylgni við markmið og áherslur á samstarfi birgja og stóra viðskiptavinni, þau eru þannig að áherslur varðandi sjálfbærni sýnast vera vel tengdar við daglegan rekstur með stefnumiðuðum hætti. Stefna félagsins byggir á umhverfislegri, félagslegri og efnahagslegri sjálfbærni, þar sem megin áherslur eru vinnustaðurinn, viðskiptamennurinn og aðfangakeðjan. Gerð grein fyrir því sem vel gert, en það líka opinskáan hátt gert grein fyrir áskorunum og þeim markmiðum sem ekki hafa náðst. Áhersla lögð á fræðslu til starfsfólks, verktaka og birgja varðandi sjálfbærni. Og þá eru heimsmarkmiðin sjálfbæra þróun höfð til að leiðarljósi og það hefur verið valin 6 kjarnamarkmið sem fyrirtæki fókusar á. Skýrslan byggir á viðurkenndu kerfi Global Report Initiative og tekur mið af ákvæðum laga ófjárhagslegar upplýsingar, nánar tiltekið grein 66d í lögum ársreikninga. BICO að stíga sem fyrstu skref við gerð sjálfbærniskýrslu. Tækifæri eru meðal annars í að þróa áfram ítarlegri tengingu við heimsmarkmiðin, nánari upplýsingagjöf aðfangakeðju fyrirtækinsins og að tengja aðferðafræði hringrásarhagkerfisins við viðskiptamódel. En vegferðin hafin að krafti og það verður fróðlegt að fylgjast með framvindunni og viljum nú biðja forstjóra fyrirtækinsins að koma hér að veita viðurkenningu viðtöku. Já, komið þið sæl. Þetta mikill gleði dagur hjá okkur í BICO. Hafa það í huga að umhverfismál, sjálfbærni ekki einkamál mitt eða gæluverkefni mitt. Þetta snýst það að koma inn í DNA fyrirtækisins. Þannig að risadagur í okkar lífi, okkar starfi og svona viðurkenning felur auðvitað í sér staðfestingu á því að við erum á réttri leið og hvatningu að halda áfram. Takk fyrir okkur.
Við vonum að þessi viðurkenning veri fyrirtækjunum bara áframhaldandi hvatning í þessum málum. Nú, seinni skýrslan sem við ætlum að veita viðurkenningu hér í dag er sjálfbærniskýrsla Landsvirkjunar. Og í rökstuðningi dómnefndar fyrir þeirri viðurkenningu kemur fram að skýrslan er ítarlega og markviss. Hún gerir vel grein fyrir lykiláherslum varðandi sjálfbærni í rekstri með vísan til umhverfis, samfélags og efnahags. Umfjöllun og áherslur tengjast skýrt kjarnastarfsemi fyrirtækisins, áherslur byggja á greiningu og samtali við haghafa sem á þáttum í rekstri sem eru metnir mikilvægir samkvæmt mikilvægisgreiningu. Áherslar og upplýsingagjöf varðandi nýtingu náttúruauðlinda til orkuframleiðslu og vöktun náttúru sem verður fyrir áhrifum á starfseminni. Hvað varðar samfélagslega þetta, þá er sérstaklega litið til jafnréttismála, öryggis, þjálfunar og veljunar starfsfólk og til samvinnu við nærsamfélög. Loftslagsaðgerðir fyrirtækisins byggja á metnaðarfullu markmiðssettu áætlun þar sem stefnt er á kolefnishlutleysi árið 2025. Það eykur vægi stefnunnar að hún styðst við mat utanaðkomandi aðila. Alþjóðlegu samtökin CTP hafa veitt Landsvirkjun einkunnina A- fyrir stýringu eigin loftslagsáhrifa og afleiðingar loftslagsbreytinga á starfsemi fyrirtækisins. Sjálfbærniskýrslan vísar til áskorana í rekstri, hún er studd markvissi tilvísun til ólíkra stefna fyrirtækisins, vottana sem og innlends og erlends samstarfs varðandi sjálfbærni. Skýrslan byggir á viðurkenndu kerfi Global Report Initiative og tekur mið á ákvæðum laga ófjárhagslegar upplýsingar. Í skýrslunni er einnig tilvísanir til fylgni við UN Global Compact sem eru kerfi sem vísar til mannréttindamála, aðgerðir gegn mútum og spillingu og umhverfisverndar. Og þar er einnig tilvísun til tiltekinna heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Nú meðal þess sem áhugavert væri að þróa áfram má nefna myndræna framsetningu og skýrari tengingu heimsmarkmiðanna við sjálfbæra þróun. En skýrslan byggir á traustum grunni eins og ég segi og það verður fróðlegt að fylgjast með framhaldinu hjá fyrirtækinu. Og nú vil ég biðja þá forstjóra fyrirtæki sem kom að veita viðurkenningunni viðtöku. Já, takk fyrir. Við erum bæði þakklátt og stolt fyrir að fá þessa viðurkenningu sem við fá hérna í dag. Og má segja að við erum líka að teljum okkur hafa góða sögu að segja sem held ég að sé grunnurinn að búa til góða skýrslu og það má eiginlega segja það að Landsvirkjun frá upphafi hefur verið rekin á grundvelli sjálfbærni er miklu sterkara en margir gera sér grein fyrir. Fyrirtækið tikkar alveg frá upphafi mjög sterkt í allar þrjár meginstoðir sjálfbærni sem er að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Landsvirkjun var stofnuð til þess að skapa störf, skapa nýja þekkingu, byggja upp framkvæmdir, skapa innviði og margt fleira sem að fyrirtæki var stofnað til. Á umhverfisliðinni var strax lögð mikil áhersla á fyrstilega náttúrulega nýta endurnýjanlega orku, að vanda sig í framkvæmdum, ganga vel frá framkvæmdarsvæðum, byggja fallega virkjanir og strax að fara út í landgræðslu og skógrækt, löngu áður en að menn gerir sig grein fyrir loftslagsmálunum og í þriðja lagi náttúrulega hafa þessi jákvæðu áhrif á efnahag bara með rekstri fyrirtækisins. Þannig að þetta er grunnurinn að því að gera góða samfélagsskýrslu sjálfbærniskýrslu er að hafa góða sögu að segja. Við sjáum þessu sem mikla hvatningu til að gera enn betur, góðar ábendingar sem við fáum hvað má fara betur og leggjum áherslu á það líka að benchmark okkur á þennan erlenda háttum að koma inn á umsvöndinni. Við erum mjög stolt af CTP-einkunnin okkar A-. Við erum með ytri endurskoðandi sem endurskoða loftslagsbókvaldið okkar. Fjárhagslegu upplýsingarnir eru mjög mikilvægar fyrir okkur. Við vorum í síðustu viku að fá mikla viðurkenningu þar sem lánshæfismat fyrirtækisins var hækkað á grundvelli fjárhagslegu upplýsinga BB+ sem er raun og veru náð þeim árangri að ná sama fjárhagslega styrkleika og systur fyrirtæki okkur Norðurlöndum sem var búið að vera mikið markmið okkar. Þannig að öll þessi upplýsingagjöf er afar mikilvæg og þessi viðurkenning í dag er hvatning til að halda áfram og gera enn betur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Hörður og mér langar líka bara óska líka fyrir hönd okkar viðskiptaráði og óska starfsfólki BYKO og Landsvirkjunar innilega til hamingju með þessa viðurkenningu, vel að henni komin.
bara eitt sem ég langar að benda á, sem ég glemdi að minnast á áðan, allar skýrslunum sem voru tilnefndar, það hægt að nálgast þar allar inn á heimasíðu Festu, allar 24. Þannig ég hveti ykkur endilega til þess að kíkja þangað og bara hvort sem að fyrir alla þá sem eru áhugsamir þetta eða vilja sjá hvernig þetta gert. Því ef ég skildi Tómas rétt þá það mjög fjölbreytt og greinilega ýmislegt sem að bera huga að. Það fer að síga á seinni hlutan hjá okkur og við ætlum núna í lokin aðeins að kryfja þessar niðurstöður betur með smá umræðum. Úr dómnefndinni þá fáum við þá Tómas Möller aftur og svo Kjartan Sigurðsson og svo ætlum við að fá forsvarsmenn fyrirtækjana. Við ætlum að fá hann Sigurð Pálsson, forstjóra BYKO aftur og svo Kristínu Lindu Árnadóttur, aðstoðarforstjóra Landsvirkjunar. Ég ætla kannski benda á það líka að hún Hulda Steingrímsdóttir sem sat í dómnefnd, hún ætlaði að vera með okkur í dag en hún gat ekki verið með okkur því að hún fór til Noregs að hitta ömmubarni í fyrsta sinn frá upphafi COVID. Þannig að við sendum bara bestu kveðjur til hennar og hún sendir kveðjur til ykkar. Svo þarf einhver að stýra umræðunum og það hún Íris Björnsdóttir sem forstöðumaður viðskipta, þróunar og rekstrar hjá Nasdaq Ísland og hún ætlar aðeins að kynna þetta fyrst en ég vil biðja ykkur öll samt að koma hingað upp í pallborðið og svo við getum byrjað. Takk fyrir. Kæru fundagestir í sal og heima. Ég heiti Íris, eins og kom innan fram áðan. Mér langar að byrja á að óska velunarhöfum innilega til hamingju með þessa viðurkenningu. En það langar mig að segja nokkur orð þá þróun sem við sjáum í sjálfbærnimálum hjá Kauphöllinni. En það má segja að ferðalag okkar hafi hafist árið 2015 þegar fjárfestar óskuðu eftir því að Kauphallir settu fram leiðbeiningar og myndu hvetja skráð fyrirtæki til að birta ESG upplýsingar. Nasdaq birti fyrstu leiðbeiningar sínar árið 2017 og hafa skráð félög tekið þátt í þeirri vegferð að bæta upplýsingagjöf undir málaflokknum. En þá hafa óskráð félög einnig nýtt sér leiðbeiningarnar til þess að mæta kröfum markaðarins. Þróunin hefur verið hröð og skýrslur fyrirtækja eru orðnar býsna góðar. En hvernig getum við metið áhuga að fjárfesta á sjálfbærnimálum? Nasdaq rekur skuldabréfamarkað fyrir sjálfbær skuldabréf og þar má glögglega sjá hvernig fjárfestar hafa tekið þátt í þessari þróun. Útgáfa sjálfbæra skuldabréfa hefur aukist hratt á mörkuðum Nasdaq. Í dag eru 12 skuldabréfaflokkar skráðir hjá Nasdaq Kauphöllin á Íslandi, útgefnir af 6 félögum sem annarkvort falla undir flokkin að vera sjálfbær eða græn. Á 3 árum eða frá árinu 2018 hefur útgefið magn rúmlega fjórfaldast hjá Nasdaq. En áhugan má sjá víðar. Í könnun sem LGT Capital Partners gerði með 328 forstöðumanna á heimsvísu má sjá hvernig áherslur hafa þróast þegar kemur að innleiðingu ESG mælikvarða hjá framtakssjóðum. Þá voru aðeins 27% sjóðana sem féllu í 2 efstu flokkana árið 2014 en árið 2020 erum við komin í 64%. En árangurinn mismunandi á milli heimshluta. Evrópa leiðandi þar sem 81% sjóðana falla í efstu 2 flokkana. Þar á eftir kemur Asía með 74% en Bandaríkin eru aðeins með 62%. Það þó ánægjulegt að sjá að allir heimshlutar hafa sjóði sem falla í framúrskarandi flokkin. En eins og fram hefur komið hefur útgáfa sjálfbærum fjárfestingum aukist síðustu ár. En á sama tíma hefur þáttaka almennra fjárfesta aukist hlutfallslega. Sem þýðir að fjárfestingafjárhæðir hafa aukist umtalsvert hjá einstaklingum með auknu framboði og stærri sneið af kökunni. En hvernig getum við hjá Nasdaq aðstoða fjárfesta og fyrirtæki í sjálfbærnimálum? Nasdaq hefur í dag umtalsvert vöruframboð þegar kemur á málaflokknum, en mun aðeins nefna hluta þess.
Við hefum þegar rætt sjálfbær skuldabréf og ESG-leiðbeininga Nasdaq sem hafa fengið góðar viðtökur, fjárfesta og útgefanda. ESG Footprint er notandavæn vara hugsið fyrir almenna fjárfesta sem fá aðgang að upplýsingum til að meta áhrif sinna fjárfestinga. Nasdaq býður einnig upp á ESG dataportal þar sem skráð félög geta komið upplýsingum inn í gagnagrunn úr sínum sjálfbærniskýrslum. Fjárfesta geta svo keypt aðgang að upplýsingunum til að meta sína fjárfestingar. Í dag eru 611 útgefendur sem skilin gögnum, þar af 12 íslensk félög. Að lokum langar mig að nefna Sustainable Bond Network, þar sem Nasdaq hefur tekið saman upplýsingar meira en 100 útgefendur skuldabréfa í heiminum, sem nær til allra útgefenda í Evrópu, hvort sem þeir eru með skráð skuldabréf hjá Nasdaq eða ekki. Gagnagrunnurinn er hugsað til að aðstoða fjárfesta til að skoða og bera saman fjárfestingakosti. Þá er Nasdaq enn að fjárfesta mikið undir málaflokknum og tilkynnti í liðinni viku kaup á Pure Earth sem er markaðstorg fyrir kolefnisjöfnun. En við skulum færa okkur yfir í málana og eiga samtal með dómnefnd og verðlaunahafa. Verið velkomin. Mér langar að byrja á að velta fram spurningunni af hverju við erum að gera sjálfbærniskýrslur og hverju það breytir, hvernig er unnið innan fyrirtækjasins. Kannski byrjum að gefa Sigurði orðið. Já, takk. Þetta er svona í okkar huga, kannski svona örstutt, að við erum búin að velta þessu lengi fyrir okkur, hvernig við erum að máta okkur inn í þessa hluti. Það var 2018 sem við settum fram mjög skýra stefnu sem snýr að umhverfismálum og sjálfbærni. Þannig að í okkar huga er þetta bara rökrétt framhald af því að birta með skýrum aðgengilegum hætti upplýsingar því að þetta er eins og komið inn á, þetta getur aldrei verið einkamál fárra eða eins aðila. Þannig að þetta hefur með trúverðleikann að gera, þetta hefur með hagaðilinn okkar að gera og þetta eykur líkurnar á því að ná fram sameiginlegum skilning á vegferðinni sem við erum lögð á staðinn í. Það var svona stuttarsvarið. Já, þetta er gríðarlega góð spurning og þetta er svolítið grunnur af því hvað við erum að gera hérna. Eins og Hörður kom inn á áðan þá er þetta búið að vera svona grundvallaratriði hjá Landsvirkjun alla tíð. Hins vegar er ekki nóg að við vitum það, við þurfum líka að leyfa öðrum að vita það og þess vegna skiptir svona upplýsingagjöf gríðarlega miklu máli. Og líka það, við erum að nota ákveðið format sem þannig að þeir sem skoða skýrslurnar geta dregið svona samanburðarhæfar upplýsingar sem er líka gríðarlega mikilvægt vegna þess að það er ekki nóg að sína koma fram með upplýsingar þegar verða að tengjast ykkur þannig að þið sýn einhvern raunveruleika á hvar við stöndum þar inni. Þannig að þetta er vegferð sem við erum á leiðina og þess vegna líka mjög gott að fá ábendingar það sem betur má fara og þetta er okkar grunnur, eins og ég segja. Já, það langar mig að færa okkur kannski aðeins yfir og hérna í hringrásarhagkerfið. En hvað leiðir sjá þið fyrir ykkur í 8 hringrásarhagkerfinu? Hverju getur verið helstu tækifærin og hindranir? Kristín, ef þú myndir vilja byrja hér. Já, hringrásarhagkerfið er náttúrulega gríðarlega spennandi hugtak og við lítum svo á að okkar græna orka sé mjög mikilvægur hluti af því. En við erum að selja græna vöru sem er litið á bara heimsvísu og það sé svona einn af grunnunum. En við verðum líka að horfa til hvað getur fyrirtæki gert hér innanhús og þar erum við með þetta mjög margt í gangi, til dæmis bara að horfa á hvað erum við að kaupa, hvernig við getum tryggt það að við nýtum hlutina betur, engin sóun og líka að það sem er í dag svona ákveðin, ég myndi segja, meira auka afurð heldur en úrgangur, við förum að nýta þetta. Horfum alltaf á þetta sem verðmæti en ekki sóun. Já, okkur og aðrar hjá Bíkó að við erum smásali og við erum að flytja mikið af vörum og við gerum okkur grein fyrir þeirra ábyrgð sem í því felst. Við búum líka yfir þeirri einingu í okkur að reka leigumarkað og við horfum til tækifæra þar að það má alveg segja það að ég horfði til sjálfsmynd, það er alveg arfa vittlust eiga steipur her í Velsbú. Þegar maður notar hana, einu sinni á 10 ára líftíma vörunar, eða hvernig sem það er,
Þannig að við erum svo sannarlega að horfa til þeirra tækifæra sem að leigumarkaðir eru upp að bjóða í þessu deilihagkerfi ásamt mörgum öðrum hugmyndum því að eins og komin á þá erum við að flytja mikið magn af vörum og við viljum tryggja það að varan fari sömu leið tilbaka og rétta leið tilbaka. Það er auðveldara, má segja þessu auðveldara að ef við tökum móti vörum sem við erum að gera einhverju leyti að það séu einfaldum þetta, við tölum sláttuvélar, seljum 100 sláttuvélar, þær komið aftur tilbaka til okkar og við tryggjum réttan farveg í staðins að þessu 100 einstaklingar að fara með vöruna í sín farveg. Þannig að við erum með margar hugmyndir á lofti, við erum að horfa til leigumarkaðarins og þetta er svona eina af þeim hugmyndir sem við erum að vinna með. En kannski gaman að heyra frá dómnefndinni varðandi hringrásarkerfið, hvernig í rauninni þið sjáu þessi máli í skýrslunum koma fram? Já, sko, alveg svo hún kom inn á áðan að þetta hugtak gríðarlega mikilvægt og ég held að það sé svona að festa sig hvað helst í sessi þegar kemur að því að skoða sjálfbærni bara í heildarsamhenginu. Hringrásarhagkerfið þegar maður skoðar til dæmis fyrirtæki eins og Byko sem náttúrulega hefur mikla skírskotun til byggingariðnaðarins sem gríðarlega stór sektor ef ég má sletta og skiptir gríðarlega miklu máli að þar sé haldið rétt á spöðunum og unnið rétt með vörunar. Það eru byggingaverktakar og aðrir sem að nýta vörur, kaupa frá þeim vörur eða þurfa að taka sem sagt, sko, efni sem að fyrir hefur verið nýttur í til dæmis húsnæði eða öðrum kostum. Og það er þessi þjálfun sem svona fyrirtæki geta og kennsla sem þau geta veitt að það er að þessi efnivöður, hann haldi áfram inn í kerfið, annarkvort að það sé sett fram markmiðið það að verktakar fái ykkur á þjálfuna kennslu því hvað er að gera við efni sem að þegar hefur verið nýtt og hvernig er hægt að nýta það áfram eða hvaða leiðir eru til endurvinnslu. Þannig að hringrásarhagkerfið áhugavert með líka Landsvirkjun, það er náttúrulega gríðarlega mikil samlegð milli svona fyrirtækja sem eru í byggingariðnaði og svo Landsvirkjana í heildinni en svo í heildsinni og svo er náttúrulega þessi sérstaki áhrifaþáttur sem að snýr að umhverfismálum hjá Landsvirkjun og náttúrulega væntanlega Byko líka. Það sem að hringrásarhagkerfið kemur mjög sterkt inn og hefur mjög ríka skírskotun í þeirra viðskipta umhverfi. Þannig að ég held að á komandi árum að þá eru hringrásarhagkerfið alltaf stærri og stærri þáttur undir þessari reglur sem við köllum samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni og mér finnst það mjög gott að nota þessi tvö hugtök svona svolítið saman út af því að það er erfitt að skilja að en það er svona samfélagslega ábyrgð fyrirtækja hefur verið hingað til skoðið alltaf svolítið sem reglíf yfir þennan fjölda hugtaka sem er eins og hringrásarhagkerfi og sjálfbærni en þetta er svona allt sem að fara að leggja svolítið saman og núna er sjálfbærni orðin meira svona marktakandi þáttur til dæmis í rannsóknarumhverfi í akademískum skilningi og hringrásarhagkerfi kemur það mjög svo svona sterkt inn í líka. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Takk fyrir. Það langar mér að spyrja ykkur hvort þið teljið tækifæri að greina nánar virðiskeðju fyrirtækisins bæði til að auka þekkingu ykkar á henni og hafa frekari áhrif á mikilvæga samfélagslega og umhverfisþætti. Hvað leiðir teljið þið fýsilegar og hvað eru helstu hindranir? Stór spurning. Já, þetta er alveg risa ájæðuga. Gjör svo vel. Þetta er alveg risa spurning, þetta er svona bara efni í doktorsritgerð sko. Svona það sem kemur fyrst í huga minn að virðiskeðjan, hún er flókin hjá Byko, hún er margbreytileg, hún varpar ljósi á verðmætasköpunina. Ef ég nefni eitthvað þá höfum við áhrif viðskiptavinni bæði framfyrir okkur afturfyrir þar að segja inn í hönnuði og arkitekta svo til loka neytenda. Mannauðurinn skiptir miklu máli þarna þegar við komum að bara vinnu aðstöðu, loftgæðum og svo framvegis. Kynjamálin, jafnrétti kynja, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég á að bera niður en við höfum áhrif og það er kannski svona útgangspunkturinn hjá mér í þessu er að við getum skapað virði inn á markaðinn gagnvart okkar viðskiptavinum í formi upplýsingagjafa og fræðslu, í formi tækniframfara.
Þannig að það svona tegir sig mjög víða þetta svar. En ég kannski tala um hringrásarhagkerfið, þá er ég algjörlega sammála því sem að Kjartan kom að hérna áðan, að það er okkar stefna og okkar ábyrgð að hafa áhrif, og við getum sannarlega í krafti stærðar okkar haft áhrif inn á þessi bæði verktakamarkaðinn sem á einstaklingsmarkaðinn með okkar aðgerðum. Hindranir, komst að því að hindranir eru svona þegar við horfum tilbaka og horfum á það sem við höfum verið að fást við, að þá er þetta svolítið mikið til að koma, breyta viðhorfi fólks, ná fram skilningi á hlutunum. Það er alveg svo með hringrásarhagkerfið, það er svolítið tilhneigingu okkur að eiga alla hluti. Það er eitthvað sem við getum haft áhrif á með því að miðla og fræða og vera aðgengileg með þessar hluti. Já, ef ég tek aðeins virðiskeðju hugmyndafræði og tek svona bara eitt lítið dæmi svona aðeins til að setja þetta í samhengi, að þá erum við meðal annars að smíða núna göngubrú sem er hluti af mótvægisaðgerðum, og þar í fyrsta lagi höfum við þetta mikið samráð við nærsamfélagið, þú veist, hvað er það sem að þau vildu út frá þessum markmiðum sem við stendum á, hafa mótvægisaðgerðir vegna virkjunar, og það var þessi göngubrú. Svo förum við að hannana, þá hugsum við hvernig ætlum við að vinna inn í hið hringræna hagkerfi. Við reynum að nota eins mikið af efnum í nærsamfélaginu og mögulegt er. Við komum að vottunum, við komum að nýsköpun, við vinnum með okkar verktökum að tryggja bæði öryggi, umhverfismálum og annað slíkt. Þannig að þetta er svona, þú þarft að hugsa þetta í bæði öllum smáum sem og stórum verkefnum. En það sem er líka svo skemmtilegt við þessi eins og hringrásarhagkerfið, hvað það býður upp á mikla nýsköpun. Það er raun að vera segja okkur það að það sem við, eins og við gerðum að áður, munum við ekki geta gert í framtíðinni. Og þetta er auðvitað mjög erfitt fyrir okkur, vegna þess að við erum auðvitað svona ákveðin dýr vanans, og það er auðvitað miklu skemmtilega að eiga 2-3 borvélar heima hjá sér og vera alltaf geta dreigja hann upp, alltaf þetta einaskipta ári sem þarf á hann að halda. En við þurfum að svona breyta okkur, og við erum auðvitað fyrsti aðilinn. Við þurfum að breyta okkur til þess að færa fyrirtækin og samfélagi í rétta átt. En hvað segir dómnefndin um svona stöðuna hjá íslensku fyrirtækin? Hversu langt eru fyrirtækin komin í að skoða sína virðiskeðju? Ég held að gilda bara mörguleiti íslensk fyrirtæki eins og önnur svona sem við byrjum okkur saman við, sem bara á Vesturlöndum, að við erum skammt að við komin. Það er að segja, virðiskeðjurnar eru orðnar svo margbrotnar, langar og flóknar. Þetta er dýrt og flókið. Verkfræðin og hagfræðin hafa lagt áherslu á kostnaðarhagræði og bestun, sem hefur leitt til þess að það sem áður á framleitt í nærsamfélagi eða í nálægum löndum, það er framleitt í fjarlægum heimsálfum. Ég held að lykillinn að því sé svolítið þessi, bara bæði horfa í spegil og taka svona raunveruleika tjekka á þetta og skoða, eru þau viðmið sem við erum að gera í okkar nánustu starfsemi, eru þau höfði heiðri niður virðiskeðjuna. Og það er bara því miður þannig að raunveruleikinn er sá að það er ekki, bæði varðandi umhverfisþátt og félagslega þetta. En hins vegar er þetta ekki bara einhver píslaganga, vegna þess að í þessu getur líka falist mikil áhættustýring, og það er líka mikil orðspors á þetta tengt þessu. Við sjáum það að vörumerki fyrirtæki oft eru að verðmætastegn og þau geta stórskaðast ef fyrirtæki hafi þetta ekki á hreinu. Þannig að ég held að þarna sé miklu meira tækifæri heldur en maður þurfi einhvern veginn að, það er sem fyrst og fremst tækifæri, en þetta er dýrt og flókið. Við höfum aðeins rættina í dag vottun upplýsinga í sjálfbærniskýrslum. Hvað þörf teljið þið vera slíkur vottun og hversu algengt teljið þið að sé hjá íslensku fyrirtækjanum að fá vottun frá þriðja aðila? Kannski ekki dómnefndinni núna? Tómas? Það er ekki, hvað ég að segja, ég held að við getum gert meira því að gera það með markmiðum og samanburðum hætti. Það er að segja, þetta er bara í deglunni í dag. Þegar maður rætti við endurskoðendur fyrir 2 árum síðan, þá voru endurskoðendur heimil ekkert farin að taka á þessu, þeir eru farin að ræða þetta núna. Svo segja aðrir sérfræðingar að það er ekki aðferðafræði, endurskoðanafræðin hentar ekki endilega þarna. En við þurfum bæði til að auka trúverðugleika og verðlauna eða veita viðurkenningu þau sem vel er að gera og eins forðast grænþvott, þá þurfum við að ná tökum á þessu. Þarna munum við örugglega fá góðar fyrirmyndir erlendir svo. En svo þurfum við líka, og það bæði kemur inn á vottun og líka stöðlun, að gera skýrslurnar þannig að ákvarðanatökuaðilar, fjárfestar, starfsmenn sem eru að leita sér starfi, viðskiptavinir sem eru að leita sér að vöru og þjónustu, að það geti nota þessar upplýsingar til þess að taka upplýst ákvörðun.
og þá þarf einhvers konar stöðlun. Samt má nú ekki ganga langt til þess að drepa sérstöðun og gera þetta þurft og óaðlaðandi. Bjóðu ykkur að bæta ykkur við hérna? Já, ég held sko til þess að upplýsingarna séu gagnlegar, það er númer 1, 2 og 3 að það er að koma þeim á framfæri. Og það er það sem er svona kannski helsta vandamáli að mér finnst í ekkert bara á Íslandi. Ég myndi halda að Ísland sé nú bara komið tiltölulega langt hvað þetta svo kallað reporting varðar. En þar er svona helsta bæði tækifæri fyrir fyrirtæki til þess að sýna fram á hvað gæði þess í framsetningu og svo áætlanagerð. Og vandamáli, sko, talandi sko virðiskeðjun og áðan, þá er það svona kannski að mínu mati held ég að aðalvandamáli það að fyrirtæki skilja ekkert öll almennilega virðiskeðju sína. Þannig að þau leið ekki sjálfan sig nógu vel með áætlanagerð. Þannig að leið og fyrirtæki fara að skilgreina sig betur og setja fram sterkari áætlanir, að þá er auðveldara að skilja virðiskeðjuna og það að það eru upplýsingar og þau markmið sem þau setja sig, að þá skilja þau betur af hverju þau að þessu og hvaða upplýsingar eru gagnlegar til þess að koma á framfæri. Og ég held að það sé svona það sem að skipta mestu máli, að það er að skýrslunar allar sem við skoðum til dæmis voru mjög fínar og allar ágætar. En það vantar svolítið þetta fyrir þennan svona almenna lesanda. Það eru mjög flóknar samt sem áður og það er mjög ítarlegar og mikið ritverk. Það vantar svona eins og ég kalla á góðri íslensku svona 1 to 2 pager svona summary, eða svona samantekt þar sem að fyrirtæki raunverulega setja fram svona með skýrum hætti hvað er þeirra samfélagslega ábyrgð, hvar liggur hún? Hvað er svona sjálfbært við það sem þetta fyrirtæki er að gera og hvernig ætlar þetta fyrirtæki að reka sig á sjálfbæran hátt og vera sjálfbært fyrirtæki til framtíðar. Því markmið fyrirtækis er náttúrulega að vera rekið að eilífu og það þarf að skilja það af hverju það geta orðið það og það kemur inn á ekkert bara inn á sjálfbærni, umhverfismála, það er bara sjálfbærni fyrirtækisins. Þannig að það er greiðlega mikið verk fyrir höndum og ég held að ég er ekki að tala um að einfalda skýrsluna, heldur að setja fram einfalda menn þar sem allir geta skilið hvað þeir eru að gera og síðan að skýrslan í heild sinni sé þá, þessi flóknu partur sem að þeir sem vilja fara á algjörlega dýptina skilja nákvæmlega hvaðan upplýsingar eru komnar. Við höfum þetta vottað okkar loftslagsbókhald og við höfum séð í því gríðarlega mikinn svona þróun í átt að því að bókhaldið okkar er alltaf að verða betra og betra og við skýrar og skýrar í það hvað er það raunverulega sem skilar árangri, hvernig við ætlum að involvera alla þá sem er inn í fyrirtækinu þannig að við náum árangri sem hraðast. En upplýsingagjöf eru þetta gríðarlega mikilvæg í þessum skilningi en vottun er ekki það sama vottun, ég er að segja þetta svona, en sumt getur tekið út að votta af þriðja aðila en annað eru kannski meira upplýsingar sem er erfitt að votta sértækt en þá er kannski ákveðin svona stöðlun mikilvæg þannig að allir geti borið saman hvernig þetta er milli fyrirtækja vegna þess að ef þetta eru mjög ólíkar skýrslugjafir að þá er bara mjög erfitt að sjá hvað er raunverulega fyrirtækið að gera. Er þetta grænþvottur eða er eitthvað raunverulega árangur að nást miðað við fyrirtæki í svipuðum fyrirtækjaflokkum. Og þetta held ég sé bara gríðarlega mikilvægt fyrir framtíðina. Við vitum það líka að svona trúverðugleiki, það er mjög auðvelt að tapa honum. Og grænþvottur er auðvitað raunverulegt vandamál, bæði svona almennt í þessum geira og fyrir öll þau fyrirtæki sem er að vaxa í þessu, þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli að það sem við segjum getum við staðið við og að þetta sé sett fram á þann hátt að það sé skiljanlegt og hafa ykkur á merkingu. Takk fyrir, ég held að tími sem bara hlaupa frá okkur. Margir áhugaverðir punktar og við getum talað um þetta í allan dag. Mér langar að þakka ykkur fyrir skemmtilegt samtal og gefa boltan aftur til fundarstjóra. Já, takk fyrir þetta. Við ætlum þá bara að fara að segja þetta gott. Ég vil bara þakka ykkur fyrir að vera með okkur hérna í dag og þakka fólki í panel og Írsi og Hrund og svo samstarfsaðilum okkar bara Festu og Stjórnvísi.
Og svo bara aftur til hamingju BYKO og Landsvirkjun. Ég myndi segja að lærdómurinn sé allavega fyrir mig að þetta rosalega mikið að gerast og þetta að gerast mjög hratt. Íslensk fyrirtæki verður svona ennþá vera að fóta sig í þessu og ekki bara íslensk heldur bara út allan heim. Þannig að það verður bara spennandi að sjá hvaða breytingar munu verða þegar við verðum hér aftur vonandi á næsta ári. En ég ætla ekki að hafa það lengra, bara takk fyrir í dag.